Mikið fram. Takk fyrir. Velkomin á þennan fund íbúðarráðs Vesturbæjar. Ég heiti Ásta Olga Magnúsdóttir, ég er varaformaður og mun leiða fundinn fyrir Birgi, formann. Þá bara vindum okkur í dagskrána, eða ekki? Já, 50. fundurinn, næst síðasti fundurinn á þessari önn. Við ætlum að byrja að ræða aðstöðu til íþróttaiðkunar og útivistar og lýðheilsu í Vesturbænum. Við höfum fengið svona nokkra kynningar sem tengjast þessu ýmis svæði sem eru í þróun í Vesturbænum. Síðast vorum við náttúrulega að ræða KR-svæðið. Við höfum rætt líka Vesturbæjartúnið, Hagatorg og fleiri svæði sem tengjast þessu. Fengum líka eina kynningu frá íbúa fyrir vetur fjölbreytileika leikvalla og hvernig væri hægt að auka svona fjölbreytileikan á leiksvæðunum. Og við höfum svona verið að ræða þetta dálítið mikið. Þetta hefur verið svona rauður þráður í vetur hjá okkur. Þannig að það er mjög gaman að fá þig til okkar, Sigríður. Þinn titill er, þú ert verkefnastjóri. Ef þú bara kynir kannski sjálf og segir okkur hvernig þú kemur að þessum málum. Takk. Já, sæl og takk fyrir að bjóða mín á fundinn, en ég heiti Sigríður Arndís Jónsdóttir og er verkefnastjóri heilsueflinga fyrir hverfi Vesturbæjar, miðborgar og Hlíða. Það er, að því í fundabúinu það eru þrenns konar, það er aðstæða til íþróttaiðkunar og græn svæði og síðan lýðheilsan, en það er lýðheilsumálin sem að ég kem að hérna í Vesturbænum fyrir okkar hönd. Ég ætlaði svo sem ekki að vera með neina kynningu, heldur var meira erindi að koma og kannski og svara einhverjum spurningum, er það ekki rétt skilja hjá mér? En ég ætlaði líka að sýna ykkur einnig kort sem við letum hanna fyrir Vesturbæn og vísu fyrir öll hverfin. Vesturbæ sérstaklega Heimir, ég var að senda þér kortið áðan, ef þú kannski getur varpað upp. En þetta er svona kortlægning sem við gerðum fyrir hverfið fyrir nokkrum árum síðan, þar sem við vorum að merkja inn helstu kennileiti. Já. Við merktum inn þarna, erum við merkt inn alla skóla og leikskóla. Ég sé ekki alveg kortið, það er einhver mynd. Já, svona. Sjáu þetta er náttúrulega svolítið lítið. En það sem við gerðum líka var, þarna erum við að merkja inn alla leik- og grunnskóla og all frístundaheimili og félagsmiðstöðvar. Síðan erum við varðandi heilsueflingur, þá erum við líka að merkja inn allar sundlegar, all íþróttasvæðin og grænu litlu punktarnir, ef þið sjá, þetta eru svona krakkar að leika sér á vegasalti, ef þið rýnir vel í kortin, að þá er þetta merki yfir grænu svæðin í þessu hverfi. Og þessi kort notum við mjög mikið þegar við erum í móttöku af nýjum fjölskyldum inn í hverfið okkar, að því í þeirri móttöku leggjum við áherslu á að við séum að kynna hverfi vel og segja frá bæði grænu svæðunum okkar og þeirri heilsueflingu sem er til staðar, og þá bendum við á gangaleiðir og aðra leiðir. Við notum líka, erum með bækling sem við letum gera fyrir einhverju síðan og ég bara gat ekki, því að hann er svo stór, ég verði eiginlega bara að leyfa okkur að fá hann ef þið hafi ekki séð hann, en það er bæklingu fyrir hvert hverfi fyrir sig, Vesturbæ, miðborgar og Hlíðum, og þar í þeim bæklingum erum við með svona helstu þjónustu, aftur kemur allir grunnskólanur okkar, svona öll þjónusta sem er til staðar í hverfinu. Í lýðheilsumálunum hjá okkur, að þá höfum við lagt áherslu á heilsueflingu eldra fólks og við erum með 2 stór verkefni. Í Vesturbænum erum við náttúrulega bara með 1, við erum líka með út í Val sem er til í Hlíðunum og miðbænum. En í Vesturbænum erum við með heilsueflingu fyrir eldra fólk í mjög öflugu samstarfi við íþróttafélagi KR, þar sem við erum búin að gera að heilsueflingu eldra fólks hluta almenningsíþróttadeild KR-inga
og þá komu þau einu sinni í viku og stunda sína heilsurækt undir stjórn menntaðs þjálfara. Og við notum hugmyndafræði 5 leiðir að velja, þar sem við erum að leggja áherslu á hreyfingu, að pröfa nýja hluti, við notum mikið núvitund og kyrrðarstundir, þannig að við erum svona að þetta er ekki bara þessi hefðbundna hreyfing, eins og byltuvarnir og þetta sem við erum alltaf að vinna með fyrir eldra fólk, heldur erum við að fara svolítið svona breiðar í grunni. Við erum með heilsueflandi verkefni á vegum embætti landlæknis sem er heilsueflandi leikskóla og heilsueflandi grunnskóli og þar þurfum við aðeins að auka í því að það eru einungis 2 grunnskólar sem eru þátttakendur í verkefninu heilsueflandi grunnskóli og síðan eru 2 leikskólar sem eru heilsueflandi leikskólar í Vesturbænum. Þannig að það eru sóknarfæri og svo vinnum við þétt með skóla- og frístundarsviði, hann er Ólöfu sem sér heilsueflingu leik- og grunnskóla fyrir sviðið. Eitthvað sem þið viljið spyrja? Hvaða leikskólar og grunnskólar eru í þessum átaksverkefnum? Við köllum þetta ekki átaksverkefni. Þetta svona eitthvað sem við viljum innleiða alveg inn í framtíðina og þetta ekki eitthvað svona sem við förum á stað, heldur þetta bara svona reynum að hafa áhrif á menningu. En það Hagaskóli og Vesturbæjarskóli sem eru heilsueflandi grunnskólar og það Grandaborgin og Gullborgin sem eru heilsueflandi leikskólar. Við sitjum í stýrihóp sem stýrt frá Ráðhúsinu þar sem við erum stöðugt að vinna með lýðheilsu, við erum að skoða og rýna í alla kannanir, notum lýðheilsuvísana mikið og niðurstöður rannsóknar greininga til þess að skoða hvernig hverfin líta út og bregðumst þá við þeim rauðu ljósum sem þar koma upp til að mæta því. Og þessi stýrihópur, hann einmitt sá hópur sem ég veit að þið voruð að ræða á síðasta fundi. Það hann sem með þennan lýðheilsusjóð sem nýbúið að samþykkja og við erum að koma á laggirnar. Það fjármagn verður, að því ég í námsleyfi þá misti ég síðasta fundi þar sem var að ræða þetta, en það hlutfallslega sameiginlegur potti fyrir svona stærri verkefni, heilt yfir borgina og síðan hluta fjármagninu sem svona hverfisbundi fjármagn, þar sem hægt að vinna með verkefni sem á að fara á stað með í nærumhverfinu. Takk, já, kæra þakki fyrir þennan inngang. Ég hef vissum spurningum, ég hef með spurningar, hleypum Skúla að. Já, takk Sigríður allir kærlega fyrir þessa fínu kynningu. Ég vildi bara bæta því inn því þú nefndir heilsueflandi leik- og grunnskóla og spurt það. Allt rétt sem þú nefndir með hverjir inn í verkefni en bara ágætt að ráði viti að það hluti af þeirri aðgerðaáætlun sem við erum að móta núna fyrir menntastefnun okkar, sem við erum með næsta 3 ára plan undir fyrir 2023 til 5. Að þar sett fram það markmið, það metnaðarfulla markmið að allir leik- og grunnskóla verði heilsueflandi. Þannig að það svona það stóra markmið sem við ætlum að vinna eftir, en það bara teljum við þetta sé það mikilvægur þáttur. Og þetta einn af þessum 5 forgangsþáttum í menntastefnunni og svolítið gaman að þetta hefur svona vakið, það vakti sérstaka athygli þegar við vorum að kynna stefnuna erlendis, bæði í Bretlandi og Kanada, að fólk svona rak svolítið upp stóru og fannst það svolítið merkilegt hvað við værum að leggja mikla áherslu á þessa þætti eins og heilbrigði og félagsfærni og sjálfseflingu, svona þætti sem að tengjast ekki beinlínis tilteknum námsgreinum eða svona hefðbundnu kannski starfi í grunnskólum svona með við einhvers konar bara hefðbundu upplýst. Heldur líka bara að horfa á hvernig líður börnunum okkar og hvernig getum við svona virkjað þau með fjölbreyttum hætti í gegnum einmitt grunnskólan og frístundina og leikskólan þar á undan, þannig að þau séu bara ekki bara góðir námsmenn heldur líka bara sterkir og flottir og öflugir
einstaklingar. Akkurat, og sér náttúrulega líka það sem að við kannski, ég gleymi, að okkar hverfi Vesturbær miðborgar Hlíðar, all frístundaheimil og félagsmiðstöð og allt á vegum frístundamiðstöðina hjá okkur, allt orðið heilsueflandi frístund. En það bara aðeins að því það ekki keyrt beint frá embætti landlæknis, það ekki komið þar inn, en það eitthvað sem að þau hafa gert sjálf, bæði gátlista og komið með mjög öflugar og góðar aðgerðaáætlanir. Og ég alveg teku undir að það svo gott að sjá þetta hversu skýrt þetta kemur fram inn í menntastefnunni og maður bíður eiginlega spenntur eftir að fá að sjá áhrifin. En við erum strax farin að sjá áhrifum og verkefni sem við höfum verið að innleiða, bæði með hversu mikla áherslu við leggjum á lýðheilsumál og heilsueflingamál fyrir fjölskyldur sem við erum að taka á móti inn í hverfin hjá okkur, að við sjáum marktaka mun á þátttöku barna af erlendum uppruna inn í báðum íþróttafélagunum okkar. Þannig að allt þetta hefur svo gríðarlega mikil og góð áhrif. Já, mig langar að spyrja kannski spurningar, hvernig þegar það verið að deiliskipuleggja eins og nýjar lóðir, skólalóðir og eins og núna munum við líta á Hagaskóla deiliskipulagið og við vorum náttúrulega að skoða KR-skipulagið, hvort að þið komið eitthvað að þessu eða eru beðin að rýna þetta sérstaklega út frá þessum heilsueflandi stefnum. Í lýðheilsustefnunni okkar að þá eru öll svið borgarinnar undir í að skoða og rýna í að hafa það að leiðarljósi. Ég kem ekki beint að því, en það getur vel verið að Sigþrúður vita eitthvað það eða Skúli. En við komum ekki beint að því, en það í nýju flottu lýðheilsustefnunni okkar, þar sem að í aðgerðaáætluninni hennar. Þar kemur fram að það á að vera samráð og hafa í huga þessa heilsueflandi þætti sem eru eiga að vera í umhverfinu. Þannig að ég held að það sé svari að það bara uskið umhverfis og skipulagssviðið samstarfsaðili í lýðheilsustefnunni og á að greina og skoða þá þætti sem að kemur þar þegar þeir eru í uppbyggingu á nýjum leik- og grunnskólum. En ég hugsa Skúli, Skúli réttur upp gula fallega hönd, hann veit þetta betur en ég. Já, ég ætlaði bara kannski aðlega að benda á það að það glæný stefna sem var samþykkt í borgarráði daginn sem að fjallar einmitt skólahúsnæði og það sem svolítið nýstárlegt og skemmtilegt í þeirri skýrslu allri að það talsvert mikil vinnalög það að tengja hönnun mannvirkja, skólamannvirkja sérstaklega við einmitt menntastefnuna og þessa þætti eins og heilbrigði og sköpun og þessa 5 þætti sem við höfum verið að vinna mest með. Þannig að það er mjög áhugavert að lesa í gegn og ég mæli sérstaklega með þeim að skoða það. Þá sagt hvernig framtíðar skólahúsnæði sem að dregur fram heilbrigði eða dregur fram félagsfærni barna. Hvað þýðir það varðandi þá hönnun bæði af innra byrði og á útisvæði. Þessi hugsun að koma mjög sterkt inn og miklu sterkar en við höfum séð áður. Robert. Já, það mjög gaman að sjá þetta einmitt svona raungerast til dæmis í Hagaskóla skipulaginu. Já. Svo kannski líka ein spurning sem ég með varðandi þetta. Finnst ykkur eins og með frístundina, finnst ykkur þá nógu góð aðstæður, finnst ykkur þið hafa allt sem að þið, eða líka bara þessi, hvernig vitið þið, hvernig getið þið greint hver þörfin núna? Nú eru ýmsar svona bara hreyfingavenjur og menning að þróast og breytast stöðugt, það að koma einmitt nýjar íbúar og nýjar kynslóðir og eldra fólk að hreyfa sig meira alls konar. Hvernig fylgist, hvað tól hafið þið til að fylgjast með kannski breyttum þörfum og hvernig hægt að móta þá sýn, þannig að þið getur komið til skila hvernig uskið getur þá laga sig betur að þessu. Það sem ég rosa mikið að leita eftir hvernig þessar stefnur sem mjög mikið sammála
raungerast inn í öllum litlu fínu deiliskipulagstillögunum og síðan hönnuninni. Þannig að þeir veit að hönnuðirnir eru meðvitaðir það en að ná að gera sem best. Það er svo mikið húfi fyrir... Sko, ég náttúrulega ég get ekki svara fyrir þessa hönnun og þá aftur fæ ég að benda á Skúla með það. En í okkar, greiningin á því hverjar þarfinir eru, við erum með rosalega góð greiningagögn til dæmis í lýðheilsuvísunum sem gefur okkur gríðarlega góða mynd af því hvernig hverfin okkar líta út og hvað það sem við þurfum að huga betur að. Varðandi svona hvernig eins og því þú nefndi frístundina sérstaklega að hvort að frístundin væri með aðstæða til þess að iðka sína hreyfingu, að þá erum við, og við eigum svolítið að vera stolt af því hvað það mikið og öflugt samstarf á milli bæði frístundar okkar og íþróttafélagana. Þannig að það einhvers konar samnýting, það samnýting á húsnæði þeirra og ég veit að til dæmis að KR heimili, allir leikskólar koma í heimsókn í KR heimili minnst að kosta einu sinni í viku og frístundaheimili hafa aðgang þar, en síðan hafa frístundaheimilin líka einnig verið að koma og nýta sér húsnæði okkar í samfélagshúsinu og Aflagranda þar sem við erum með stóran hreyfisal og erum með líka matsal þar sem að þau koma og geta nýtt sér undir einhvers konar hreyfingu. En þarfagreiningin húsnæðislega séð og umhverfislega séð, við erum bara ekki komin þangað, að því bara minna á líka að lýðheilsustefnan okkar, hún tiltölulega ný og þar verið að ávarpa allt þetta aukna samstarf og við erum bara svolítið að móta okkur inn í því og þetta eru klárlega einhverju þættir sem að ég vænti þess að við komum til með að huga að í framtíðinu og greinilega skóla- og frístundarsvið farið að vinna einhverja sérstaka stefnu út frá því hvað þarf að hafa í huga í umhverju barnsins í leik- og grunnskóla. Þú kannski þekkir þetta, hefur betur svör, Skúli, af því að þú situr náttúrulega inn í skóla- og frístundaráði. Já, ég meina þessi stefna sem ég nefndi áðan, hún mótuð í samvinnu skipulagssviðsins, umhverfis- og skipulagssviðs og skóla- og frístundasviðs, þannig að þessi tvö svið að vinna mjög þétt saman þar. Og ég meina við sjáum þetta bara raungerast líka til dæmis í þeirri vinnu við þarfagreiningu og forsög fyrir viðbyggingu við Melaskóla sem að var kláruð núna í fyrra og grundvöllurinn að þessari hönnunarsamkeppni sem að fara af stað núna á þessu ári fyrir Melaskóla og Hagatorg. Að það til dæmis gengið mjög langt í því að samþætta frístundina inn í skólahúsnæði þannig að hún sé ekki lengur í færanlegum stofum út á lóðinni eins og við höfum verið með undanfarin ár heldur fái sitt heimili inn í skólanum sjálfum. En ég gæti bara þá, það mjög vel kveikt á öllum perum á báðum sviðunum hvað varðandi þess að þætti að það þurfa að passa upp á samstarfið. Svo þetta eru bara íbúaráðin með mjög mikilvægt hlutverk þarna til þess að fylgja þessum málum eftir. En það náttúrulega líka kannski að því ég siti í stýrihópnum fyrir nýja fjölskyldumiðstöð og nýja leikskóla í miðborginni, þar var alltaf haft þessi lýðheilsumarkmið í huga varðandi náttúru, hvernig leiksvæði leit út að það sé náttúrulegt svona svæði þar sem hægt að rækta matjurtir og annað slíkt og allt var haft í huga innanhús líka mjög svona umvefjandi og aðlaðandi umhverfi þar sem var verið að huga svona vellíðanar þættir. Það kemur frá arkitektúrnum. En ég ætla kannski bæta líka við bara ítrekað aftur varðandi samstarf því ég veit alveg það svo ofboðslega gott að hafa margar stefnur sem segja fallega hluti en núna að þá verður þetta svolítið svona rauði þráður í borginni hjá okkur inn í öllu starfi sem við erum að sinna og í þessu mikla samráð þar sem þessi stýrihópur á vegum ráðhússins þar sem eru þátttakendur allra sviða inn í þeim stýrihóp, þar vettvangur til þess að auka samstarfið
og þá auka að við séum að vinna betur saman að huga að þessum málum. Myndu segja vettvangur inn í þessum stýrihópi? Já. En ef það til dæmis frumkvöðlar í hverfinu, segjum að séu hönnuðir eða listamenn sem myndi vilja koma með hugmyndir, nú ég bara fabulera. Akkurat. Gæti maður vísa þeim á þennan stýrihóp til dæmis? Nei, þið myndi bara, ef það í hverfinu okkar, að því að það einn einstaklingur hverfi fyrir sig sem að leiðir og hefur svona yfirsýn yfir þessa hluti í hverfunum. Ef það eitthvað sem kæmi, sem búsettur í Vesturbænum, með einhverju hugmynd og þá svo sannarlega hefur gerst ansi ofta því að við svo heppin að eiga samfélagshús þar sem orðið blómlegt samfélag af íbúum sem að koma og framkoma sínar hugmyndir. Og það bara að gera að hafa samband við mig. Já, og þau mjög dugleg við það að hafa samband eins og þessi hugmynd með að búa til listaverka á veggjónum og annað slíkt. Það hefur svolítið farið í gegnum okkur. Eða í gegnum þjónustumiðstöðina. Já. Já, þetta mjög gaman að heyra það sem maður kannski áttar sig ekki alltaf á. Það þetta samstarfið milli þessara ólíku eininga. Já. Og þannig að það náttúrulega mjög margt í gangi. Já. En þá kannski ein spurning viðbót frá mér, ef ég má, það varðandi þessa ólíku, þú talar samfélagshúsið og svo það KR og svo það Melaskóla uppbyggingin og núna Hagaskóli og Hagatorg. Það væri svo áhugavert að sjá þetta allt svona framtíðarsýnina í samhengi við þessa stefnu og náttúrulega Grænuborgina. Hvernig þetta á eftir að nýtast, þannig að við samnýtum ennþá betur. Því núna KR líka búið að segja að þau verði áfram með félagsmiðstöð líka. Þau munu hýsa félagsmiðstöð áfram, en maður sér ekki alveg hvar útisvæðið fyrir krakkana þar. Það ekki allavega búið, það náttúrulega ekki búið að útfæra og maður sér ekki áhersluna á hvers konar hreyfingur þá verið að leggja til fyrir almenning á því svæði eða krakka sem þar í frístund. Já, einmitt, og þetta líka bara mjög góðar ábendingar og góð hugsun fyrir mig til þess að fara það með inn í þennan stýrihóp. En ég held að það sé þetta náttúrulega á aðeins stærra það þessar ákvarðanir með þetta heildræna deiluskipulag. Það nú kannski eitthvað sem að væri hægt að fá svona heildarsýn yfir deiluskipulag hverfisins. Já, það það sem við ætlum að fá nefnilega taka upp á næsta fundi í maí. Já. Og væri bara gaman ef þú gætir Særi fært að taka þátt, af því þá munum við fá kynningu á hverfisskipulag. Já, akkurat. Skipulaginu, til þess að bara undirbúa okkur þannig að við áttum okkur á tækifærunum sem liggja í því verkfæri. Já, bara algjörlega og svo sannarlega tilbúin að taka þátt í því verkefni af því það er mjög mikið af góðum hlutum sem í gangi hjá okkur nú þegar, en það fullt af hlutum sem við getum svo sannarlega bætt í. Þannig að þessi umhverfisþættir hafa svo gríðarlega mikil áhrif. Þannig að ég alveg tilbúin í það og ég veit líka hann Ómar Einarsson á ITR hafði samband við mig í morgun og ef þið hafið áhuga á þá hann tilbúin að koma inn á næsta fund til ykkar varðandi að ræða íþróttamannvirki og frístundakortin sem náttúrulega bara þetta allt hjálpast svo vel að. Já, það væri frábært. Hann sendi mér gögn og svona fyrir fundin, þannig að það var mjög hjálplegur og bara mjög gott að það eiginlega þetta sem maður búin að leita svolítið eftir. Það að ná þessu samhengi milli ITR og skóla frístundasviðs og svo náttúrulega USK-sins skipulags. Því við kannski að rýna deiliskipulagstillögur en síðan liggja svörin ekki á reiðum höndum frá þessum sviðum og hver einmitt. Og bara þetta mjög flott framtíðarsýn að það séu allir aðilar sem koma að þessari miklu uppbyggingu sem í gangi í Vesturbænum og bara mjög mikið til í að taka þátt í því. Og þá gæti ég verið með augu lýðheilsustefnunnar og hvað það ætti að vera að skoða þar. Hver myndi vera þá varðandi ræktun, það náttúrulega tengist lýðheilsu, en svona ræktunarmöguleikar og þessi útikennsla, kemur það líka kannski í gegnum, það náttúrulega bæði menntastefnan en svo líka, það líka náttúrulega svona
Já, garðyrkju. ég hugsa að það væri, sko, garðyrkjan, það náttúrulega bara unnið frá, hvað? Það er bara garðyrkjufélag Reykjavíkur, eða hver það? Við fengum náttúrulega Þórólf inn á fund Já. Í byrjun Já, árs. ég svo sem Þórólfur náttúrulega deildarstjóri náttúru og garða sem hefur, ákveðin innkomi í þetta. Já. En svo er þetta náttúrulega, ef þetta inn í skólakerfinu, þá er það náttúrulega einhver lítið þar væntanlega. Þannig að þetta svona... Þannig við erum búin að vera svona að fá einn og einn, en það væri kannski gaman, nú náttúrulega bara því miður árið að vera búið, en kannski í haust að hafa svona fund í Vesturbænum þar sem kæmi einmitt, þeir sem eru að leiða lýðheilsumálin og síðan garðyrkjumál og borgarhönnun með þessu opnu svæði, bara til þess að fá einhvern veginn svona alla að sama borðinu að tala saman. Auðvitað allir að tala saman einhvers staðar, en það má gera meira af því. Já, algjörlega. Og algjörlega. Það er mörg verkefni í gangi í Vesturbænum eins og það er rosa mikið húi fyrir bara næstu kynslóð, hvernig skólamál og hreyfing og slíkt. Já, bara alveg sammálegar og mér dettur enginn sérstaklega í hug varðandi grænu svæðin og tengingu við útikennslu og það í augnablikinu, en við náttúrulega erum með nýjan teymustjóra, deildarstjóra yfir grunnskólum í hverfinu, kannski væri hún rétti aðilinn til þess að koma inn og kynna sér þetta aðeins og koma inn og ræða það á svona fundi. Svangvitt. Já, svangvitt. Þú ert að tala fagstjóra í grunnskóla. Það er ekki fagstjóra, ekki deildarstjóra. Ég myndi ekki rétt á orðið. Leiðtogi, fagstjóri, deildarstjóra, þetta er allt orðið svo. Við höfum þetta bara nógu flókið. Já, algjörlega. Og það gæti verið mjög áhugavert fyrir hann að koma inn og vera með þáttakandi í þeirri umræðu. Er það ekki? Er eitthvað fleiri spurningar? Eitthvað sem að velta fyrir ykkur eða? Þetta var mjög upplýsandi og gott að heyra. Og Heimir, þú mátt alveg senda þetta kort út. Þetta kort er bara eign okkar allra og bara að gera að koma því sem víðast. Og ef þeir eru með ábendingar í svona eitthvað varðandi kortið, bara endilega sendið á mig. Þetta er bara eitthvað svona lifandi plagg sem við viljum bara að sé stöðugt í þróun og bara gera þeir vel og við getum. En bara hlakka til samstarfsins með ykkur varðandi lýðheilsumálin. Ég bara, nú ætla ég að halda áfram að skrifa ritgerðina mína, einmitt lýðheilsumál, í næru umhverfi. Þannig að bara hlakka til að starfa með ykkur og fara ferskustað í haust með ykkur. Takk fyrir komuna. Já, bless. Bless. Já, þá er næsta varandi hreinsun gatna á gönguleið borgarhlutanum. Já. Mér var falið að kynna þetta á umhverfis- og skipulagssviði og við erum með þessa síðu hreinsun gatna á göngulega Reykjavík.is/hreinsun. Komið því að framfæri að þetta hefur verið svona erfiður vetur með tilliti til þessa. En vorhreinsun er sem sagt farin af stað, hreinsun gatna og göngulega. Og það verða send SMS-skilaboð til íbúa með dagsetningum hvenær er farið inn í húsagöturnar. Og hérna má sjá verkáætlun. Þá sjáum við Vesturbærinn er hér. Má sjá þetta myndrænt þarna hvernig er staðið að þessu. Gunnar. En þetta rúllar eftir árum. Þannig að þetta er bara ákveðin rúlletta, hverjum færast fram eða aftar. Svona með hliðsjón af því hvernig þetta hefur verið fyrri ár.
og á borgarversjóni má sjá sem sagt nánar þetta. Þá þetta sem sagt framvindan á þessari götuhreinsun. Og þá sjáum við hérna á Austurborginni þetta komið vel af stað og í miðborg. En annars bendi ég bara á þessa síðu á borgarversjónum. Hvet ykkur til að fikta örlítið í borgarversjónum. Það heilmikið upplýsingar sem má sjá þar. En svona, ég hef svo sem ekkert meira að segja þetta. Einhverjar athugasemdir? Þá fyrir við bara í næsta. Það til að borgarstjóra borgin okkar. Það endurtekið frá síðasta ári. Já, ég get svo sem örlítið fyllt upp í þetta ef þið viljið. Endilega. Þetta sem sagt bara framhald síðustu 20 ára. Það hefur verið þetta borgin okkar verkefni og hluti af því eru sem sagt fjármagn til út í hverfin til að standa verkefni sem tengjast félagsliði og menningu og almennri stemningu í hverfunum. Og þessi tillaga var samþykkt í borgarráði núna í upphafi apríl og strax í kjölfarið þá hlupum við af stað og opnuðum fyrir umsóknir. Hérna má sjá upplýsingar þetta allt saman. Og það umsóknarfrestur til 27. apríl sem ég ekki að ljúga því nokkuð. Nei, 24. fyrirgefið, það á sunnudaginn. Og það sérstaklega nefnt í þessu sambandi 17. júní. Það svona grasrótaraðilar eru hvattir til að íhuga það að sækja í sjóðinn til að meðal annars standa fyrir hátíðahöldum á 17. júní. Og þið í íbúðaráðunum eru náttúrulega lykilleikendur í því að dreifa boðskapnum og hvetja grasrótina til að sækja og standa fyrir hvers kyns verkefnum og viðburðum. Okay. Og ef við sjáum músinni hérna, þá umsóknarformið hér. Og ég hvet ykkur bara til að kveikja í grasrótinni, eins og ég sagði alltaf svo skemmtilega í fyrra. Í óeiginlegri merkingu. Já. Og það svona sérstaklega þá viðburðir tengdu þessum dögum, kannski 17. júní og menningarnum. Það svona á ein hugmyndi, en svo það bara undir ímyndunarafli grasrótarinnar komið Og hvenær á fólk von á því að fá svör þá? Við þurfum að hafa hraðar hendur og auglýsa þetta eins fljótt að hægt núna strax í byrjun apríl. Til þess einmitt að umsækjendur geti fengið svör vegna 17. júní. Já. Og íbúðaráðin afgreiða umsóknirnar á maífundunum sínum. Þannig að umsækjendur fá það bara svör strax í kjölfarið. Okay. Hljómar vel, við dreifum þessu Yes. til okkar hópa. Þegar við komast aftur inn samt og Haltu áfram. já, ég ætla bara, hún komin aftur inn á fundina. Þá það tillaga nýju deiliskipulagi fyrir Hagaskóla og
það nú hægt að senda inn athugasemdir til 7. júní, þannig að við höfum tíma á næsta fundi ef við viljum senda eitthvað eins íbúðaráðið í heild. Ég ekki búin að gera neina samantekt myndum ekki vilja opna kannski skipulagið. Þetta náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt í samhengi við nýja menntastefnu og það náttúrulega gríðarlega vanda í Hagaskóla út af miklu og þurfti að flýja húsnæðið. Skúli, vilt þú eitthvað segja eitthvað meira frá þessu? Vilt þú? Já, þetta deiliskipulag það svo sem bara einn lítill angi af þessu máli sem að miklu stærra en kannski þetta deiliskipulags. Þessi tillaga gefur kynna, þarna raun og veru bara verið að ávarpa þennan bráðabirgðafasa sem það að það þarf að setja niður færanlegar stofur fyrir næsta skólaár til þess að rúma hluta af starfseminni. En stóra máli það að það liggur fyrir tillaga að fara í mjög viðamiklar endurbætur og uppbyggingu á skólanum til framtíðar og ég held að við ættum einmitt að stefna því á næsta fundi að fá kynningu á þeim áformum öllum. Af því það mjög stórt mál sem að borgarráð samþykkti í raun og veru á síðasta fundinum fyrir páskaráðastíð að byggja skólan upp. Að nýju fara í nýja viðbyggingu, sem sagt fjarlægja þarna 2 álmur sem eru kannski vestfarnar af þessu húsnæði skólans í gegnum tíðina og stækka skólan rúmlega 2000 fermetra sem þetta, já, bara risastórt mál í sjálfu sér og mun bæta aðstöðuna fyrir skólan mjög verulega. Og ekki vanþörf á, hann stór, hann í raun og veru yfir svona þeim þolmörkum sem að gamla húsnæðið skráð fyrir, þannig að það alveg búið að liggja fyrir í einhver tíma að það þyrfti meira rými fyrir starfsemina og allar líkur á því að það verði frekari fjölgun þegar til dæmis nýja hverfið í Skerjafirðinum fer að byggjast upp. Þegar það gert ráð fyrir því að sem sagt unglingastig þaðan fari í Hagaskóla. Þetta svona bara í hnotskurn, ég held að, eins og segi, ég held að það væri bara mjög gaman að fá ítarlega kynningu frá skipulaginu á þessum áformum sem voru samþykkt í borgarráði núna á síðasta fundi. Það mætti þá flétta því saman við þessa tillögu færanlegu húsin. Já, það var mjög áhugavert og þá ég gerir ráð fyrir að það sé þá vísanir í nýju menntastefnuna og heilsueflandi skóla, þannig að við fáum að heyra þá hvernig það verður að vinna með það í þessari tillögu, í þessari sýn sem búið að samþykkja. Já, það nú sko framtíðar músíkin að hanna þessa nýju byggingu og þar koma þessi sjónarmið lýðheilsu einmitt og samþættingu frístundar og svo framvegis munu þeir koma mjög sterkt inn. Þannig að við erum ekki komið svo langt, það sé búið að hanna þessa nýju byggingu, það búið að samþykkja fjármagn til þess að ráðast í verkefnið. Þannig að við höfum nægan tíma til að diskutera einmitt hönnun og svona hvernig við viljum að mannvirki líti út, þannig að það dragi fram þessi lýðheilsusjónarmið og sé í samræmi við þau. Svo áhugavert einmitt á þessi tenging aftur við Melaskólalóð og menntavísindasvið á Sögu, Hagatorg, en þetta viltu blósa þarna í kring, hvernig þá síðan eftir þá kannski einmitt að samnýtast. Munu þá hönnunarhóparnir koma einhvern veginn saman eða hvernig verður því svona beint þannig að það sé verið að tengja þessi svæði? Já, það þetta bara mjög góð spurning, það liggur auðvitað fyrir eins og ég nefndi áðan að það búið að taka ákvörðun að fara í þessa hönnunarsamkeppni fyrir Melaskóla og Hagatorg sérstaklega og nú einmitt kemur þetta Hagaskólamál svolítið
inn með trukki og dýfu ef svo má segja. Þannig að það þarf einmitt að taka það upp og skoða hvernig tengjum við þessi tvö verkefni saman sko, eða er þetta að sjá fyrir sér að þetta sé að hanna samkeppni fyrir Melaskóla og Hagatorg sé jafnvel útvíkkuð þannig að Hagaskóli komi inn í það. Nú er ég reyndar bara fabúlera en þú veist það er ekki ólógist af því að þetta er í raun og veru alltaf að fara að teiknast upp á sama tíma. Og svo bætist við sko menntavísindasvið Já, og svo er það sögu og vísindasmiðjan er þar sem er náttúrulega líka gríðarlega mikil menntastofnun. Þannig að þetta er mjög spennandi sko hvað gæti komið út úr þessu öllu. Já, samanlega því. Mjög æskilegt að menn ekki heildstæða sýn á þetta. Hvað segir ég? Heyr ekki, það er svolítið. Já, mjög æskilegt að menn taki heildstæða sýn á þetta og skoða þetta allt. Þetta er allt þarna á sama punktinum og rosa spenna og skemmtilegi möguleikar. Mjög gott að vera tekið heildstætt á þessu en eins og Skúli segir þá er það bara svona fabulasjónir á þessu stigi. Og þarna gæti mynd hverfisskipulagsvinnan líka nýst svakalega vel. Þannig að ef það er hægt að setja hann í gang bara næsta haust helst aðeins að byrja á því, þá koma náttúrulega kennarar og fleiri með miklu sterkari raddir inn í þessa heildarsýn, ekki bara kannski sinn bút. Þetta er spennandi og síðan er náttúrulega uppbyggingin hjá KR sem við ræddum á síðasta fundi og þar get ég líka sagt að íbúasamtökin sendu inn athugasemdir þar sem við lögðum einmitt líka áherslu á að borgin þá skoði vel hvaða þörfum er ekki verið að sinna. Það er náttúrulega verið að mæta mörgum þörfum þar og ánægja með það að það eigi að fara í þá uppbyggingu en það má þó líka alltaf skoða hvað er það sem að KR nær ekki utanum sko, sem að borgin gæti þá skoðað að koma fyrir á þessum nýju svæðum. Já, er ykkur fleira varðandi þetta? Tökum við þetta þá ekki bara upp aftur á næsta fundi? Já, ég get svo sem bætt við. Ævar ætlaði að koma sem sagt deildarstjóri hverfisskipulags. Svona hann vildi bara fá að hitta ykkur eftir þetta erindi frá okkur eða sem sagt íbúasamtökunum. Það var vísað til hans á síðasta fundi. Hann er erlendur, átti ekki heimilgengt núna. Hann ætlaði að koma inn á fundir í maí og þar mun hann kynna sem sagt hugmyndafræðina og ferli sem er framundan varðandi hverfisskipulagið. En sjálf hverfisskipulagsvinnan í Vesturbænum er náttúrulega ekki farin af stað. Nei, ég held að sé svolítið bara til að gefa tóninn og við áttum okkur á hvaða hlutverki það mun þjóna í samhengi við allar þessar tillögur sem við erum að horfa á. En ef við getum fengið kynningu á Hagaskóla skipulagi. Já, það þarf bara einhvern veginn að skoða hvernig það leggst allt saman. Það er þungufundur, það er fjárfesting og viðhaldsáætlun á næsta fundi og einnig umsóknir vegna borgarinnar okkar. Já. Og þær voru allavega í það minnsta fjölmargar í fyrra og dálítið tímafrekar en það er náttúrulega bara í höndum formans. Ok, við skoðum það. Ef við vindum okkur í næsta dagskrárlið eða? Yes. Það eru þá spurningar og svör frá íbúafundi borgarstjóra sem var haldinn í Vesturbæjarskóla hér í síðasta mánuði minni mig. Það er að finna hérna inn á heimasíðu borgarinnar reykjavík.is/íbúafundur/Vesturbær. Og við ræddum eitthvað sem síðast, kannski alltaf bara að opna þetta og sjá hvort það er varðandi græn svæði. Já, þá var náttúrulega, við tókum þetta ítarlega fyrir á síðasta fundi
varðandi Sundlaugatúnið og þessa skika sem verið að semja Ég vil ekki frekari athugasemdir varðandi það. Þið látið bara vita ef þið viljið ræða eitthvað. Og já, bílastæðin, ég var að skoða aðeins. Já, þetta efsta varðandi bílum lagt ólöglega. Það náttúrulega mjög mikið alltaf, þetta svona vandræði þarna í þessum þröngu götum og það verið að tala að fylgja því betur eftir. En það svona líka, þetta kannski snýst líka borgarhönnun og einhvern veginn að gefa til kynna betur í umhverfinu að það séu börn þarna á ferð. Þetta búið að vera stöðugt áhyggjuefni hjá foreldrum í gamla Vesturbænum. Það þegar krakkar að fara yfir þessar litlu götur og það lagt alveg upp við hornin á götunum. En ég hef líka svona fengið hugmyndir frá íbúum oft að gera eitthvað bara einhver meiri listaverk eða gróður á þessum hornum bara til þess að gefa til kynna eða mála þessi horn. Þannig að það mætti kannski bara benda þeim hópum á að hafa samband við samgöngustjóra. En já, þetta erfitt mál. Bílastæði við Háskóla Íslands. Greiðsluvélin á Nýlendugötu, það er bara ein greiðsluvél og það er náttúrulega bara verið að gera ráð fyrir að fólk það sé flestir að nota app úr símanum. Þannig að hún kannski ekki rosalega sýnileg ef maður austarlega á götunni. Svo eru skipulag og framkvæmdir. Þar hefur verið spurning það var varðandi Bræðraborgarstíg. Þetta er náttúrulega í rauninni bara í biðstöðu og við gerðum bókun á síðustu fundi þetta varðandi, við ræddum þetta á síðustu fundi og gerðum bókun. En það er náttúrulega ekkert búið að samþykkja þarna neitt, þannig að miðlaskóli, gengi fyrir fatlað fólk. Ég er ekki með neitt þetta. Svo er það KR-svæðið og þetta er náttúrulega núna bara í ferli, þannig að þessar athugasemdir hafa líklega hefur komið til skila í sambandi við deiliskipulagið líka, KR. Og við höfum rætt þess að það hefur verið að gera Skúli. Já, að því að ég sá þarna Melaskóla og þú nefndir, svo var ekki með upplýsingar það varðandi aðgengismálin, en þá get ég aðeins upplýst það að þau eru sannarlega ávörpuð í þessari forsögn eða forsagnaskýrslu sem ég nefndi áðan og í henni er sem sagt að finna einar 2 tillögur viðbyggingu við Melaskóla. Við fengum nú kynningu á því minnum hér í ráðinu fyrr á árinu þegar hún Greta Stóttir Björnsson frá Öskinu kom. En þetta er kannski nýjast það að segja að á þessum samafundi þar sem að framkvæmdirnar við Hagaskóla voru samþykktar, þá var samþykkt þá var lögð fram öllu heldur og verður kynnt á næsta fundi niðurstaða úr forgangsröðun á viðbyggingum við skóla í borginni allri. Og ég tók þátt í þeirri vinnu í 3 manna stýrihópi og bara geta upplýst það hér að sem sagt bæði Hagaskóli og Melaskóli komu mjög hátt eða svo ofarlega út á þessum forgangslista. Þetta voru yfir 20 verkefni viðsvegar í borginni þar sem hafa komið fram óskir viðbyggingar eða stækkun á húsnæði. Og þessi vinna fólst í að greina öll þessi 20 verkefni og raða þeim í forgang. Þannig að það væri svona út frá einhverjum samræmdum mælikvörðum tekin ákvörðun það hvað væri brýnast að fara í og
hvaða verkefni ættu þá að raðast fremst í forgangin og þessi 2 skólar voru sem sagt inn á þessum topp 6 lista voru 6 viðbyggingar teknar út og skilgreindar sem fyrsti forgangur. Takk fyrir það. Já. Gott að heyra. Gott að heyra. Já, í rauninni þessi fyrirsögn KR, það er miklu meira þarna varðandi, tengist kannski, bæði þessum Battavöllum og þessum útivistarsvæðum sem við erum búin að vera að ræða. Björn, veist þú eitthvað varðandi svæði á Landakotstúni, hvar það stendur? Því miður, ég hef ekki átt leið þarna út í Landakotsskóla, ég hef ekki hitt skólastjóran neitt alveg núna undanfarið hálft ár sko, þannig að ég veit ekki meira en aðrir. Nei. Og það hefur náttúrulega verið verulega bætt úr aðstöðunni á Vesturbæjarskóla, komið Battavöllur þar og síðan náttúrulega þessar lóðir í margt af þessu í vinnslu, eins og við veitum. En þetta er bara mjög góð og skýr svör sem búið að birta þarna á vefnum, þannig að hægt að fylgja því eftir í framhaldinu. Síðasta var það rampa í Reykjavík, hvenær það verður í Vesturbænum. Og þetta er náttúrulega enga framtak einstaklingur sem stendur fyrir þessu verkefni. En við fengum þessa kynningu í haust á aðgengismálum sem Skúli vísaði í. Það er ekkert fleira hér. Þessar spurningar náttúrulega bara hérna þá. Bara að fara í næsta lið. Málefni hverfisins. Þið með eitthvað sérstakt? Björn með upprétta hönd. Hvað segir þú, Björn? Afsakaðu, það var ég hef eitthvað rekist vitlaust á upprétta hönd. Ok. Já, ef voru einhver bréf, nei, það er ekkert ákveðið þá eftir þessum lið. Nei, þetta er svona opin lið fyrir ef það koma einstaklega erindi eða ef það er einhver að kommenta eða eitthvað slíkt, en það er ekki. Einhverjar semdir hjá ykkur sem vilja koma framfæri? Nei. Þá er bara fundið slítið, ekki? Já, það eru umsóknir í hverfisjóð, þannig að við þurfum að rúa útsendingu. Já, við rúum þá útsendingu. Þakka öllum sem fylgdust með. Takk fyrir í dag.